Sigurður Sigfússon og aðrir ráðstefnugestir. Það mér bæði heiður og ánægja að fá að segja í örstuttu máli frá þróunarsögu Nox Medical, sem að mínu mati ákaflega merkilegt fyrirtæki sem hóf starfsemi sína fyrir 6 árum, þá sem agnarsmá sprota hugmynd og hefur þrátt fyrir stutta rekstrarsögu orðið að fyrirtæki sem hefur náð að skipa sér sess sem leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í þróun hátæknibúnaður sem notaður til greiningar á svefni og svefnröskunum. En áður en lengra haldið langar mig að bera upp spurningu eða gera stutta könnun hér meðal fundargesta og mig langar að vita hve margir af þeim sem hér sitja þekkja einhvern, sér nákominn, vin eða venslamann sem annaðhvort hefur verið greindur með einhvers konar svefntruflanir, svo sem kæfisvefn eða telur sig vansvefta og leita sér hjálpar að þeim orsökum. Þeir sem þekkja eitthvað slíkan ég rétt upp hönd. Já, það eiginlega þarf kannski að snúa spurningunum við. Hverjir þekkja ekki neinn sem telur sig vera að díla við kæfisvefn? Það eru 4, kannski 8. Þetta einmitt megin ástæðan fyrir því að við stöndum, að ég stend hér og Nox til, að svefn og svefnraskanir eru gríðarlega stórt mál. Það nefnilega ekki langt síðan að menn litu svo á að svefn væri svona bara kveikt og slökkt, það væri on-off nánast, en það væri fyrirbæri sem að truflanir væru fyrirbæri sem að menn gáfu lítinn gaum. Það ekki nema aldarfjórðungur síðan að menn fóru að meðhöndla kæfisvefn, en fram að því höfðu menn talið að hressilegar hrotur væru frekar hraustleikamerki, heldur en vísbending það að undirlægi grafalvarlegt vandamál sem gæti leitt til lífshættulegra sjúkdóma. Í dag eru skilgreindar það bil 80 mismunandi tegundir svefnraskana, misjafnt hvaða úrræði til við lausn þessara ólíku vandamála, en það sem menn vita í dag að góður svefn undirstaða góðrar heilsu og forsenda þess að við sem manneskjur njótum fullra lífsgæða. Eftir að hafa frá árinu 2006 rekið starfsemi sína á frumkvöðlasetu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, fyrst að Keldnaholti og síðan í Vatnagörðum, stendur Nox á þeim merku tímamótum að fljúga á hreirinu. Félagið ekki lengur ófiðraður ungi, heldur fiðraður fugl sem setur flugið hátt. Þróunarsaga Nox verður ekki sögð með góðu móti á fáeinum mínútum, en ég ætla að reyna og söguna verður að rekja aftur til upphafs 9. áratugsins, en þá stofnaði Dr. Helgi Kristbjarnason heitinn hátæknifyrirtæki Flögu, sem margir muna kannski eftir, með það að markmiði að hanna og framleiða byltingarkenndan búnað til notkunar á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðiseiningum til greiningar á svefnlögurðuleikum. Helgi hafði þá starfað á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð og helgaði líf sitt svefnrannsóknum, fannst kominn tími til að breyta heimsmyndinni og hanna búnað sem að samrýmdist 20. öldinni, en fram að þeim tíma höfðu menn notað sírita, nánast eins og jarðskjálftamæla sem að skrifuðu línur á pappír og í það rýndu menn til að reyna að greina vandamál sjúklinga. Flögu óx fiskur hrygg, Helgi flutti til Íslands, byggði upp fyrirtæki Flögu, því óx fiskur hrygg og varð á mjög skömmum tíma mjög leiðandi fyrirtæki í þessum geira. Og Sveinbjörn Höskuldarson og hans fólk voru meðal þeirra sem að fyrstir komið til starfa hjá Flögu. Helgi veiktist í upphafi 21. aldarinnar, hann dró sig í hlé frá rekstrinum og breytingar urðu á umsvifum. Þetta var á tímum þar sem að íslenskt bankakerfi tróðst út af peningum og fjármunir leituðu í kannski misvel ígrundaðar fjárfestingar, en án þess að fara lengra út í það að þá var ráðinn, félagið komst í eigu banka og viðskiptablokka sem að hugsuðu sér stóra hluti, söðluðu og réðu bandarískan forstjóra til fyrirtækisins sem að kom til Íslands og klóraði sér aðeins í höfðinu yfir öllu þessu skrýtna fólki sem bjó hér á úthjara veraldar á þessu skeri norður í Ballarhafi og fann engan samhljón og fannst það einfaldlega fáránleg hugmynd að svona fyrirtæki fengi staðist að það ræki starfsemi sína á þessum stað. Hann söðlaði sagði upp því hugmyndaríka fólki, verulegum hluta þess fólki sem að starfaði á Íslandi og flutti starfseminni til Bandaríkjanna og örskömmum tíma án þess að það hafi verið ætlunin að þá lagðist starfsemi Flögu af á Íslandi. En eftir stóð þjóðargullið og þekking í höfði fólksins sem að var ekki partur af þeirri nýju heimsmynd Ameríkanans sem hafði tekið við stjórnartaumum Flögu.
Þar var Sveinbjörn Höskuldsson fremstur í flokki og leiddi hóp þess hugmyndaríka fólks og stofnaði fyrirtækið Nox Medical. Þau tóku sig saman og byrjuðu á eigin forsendum að hanna næstu kynslóð búnaðar til greiningar á svefnörðugleikum og nýta þannig þekkingu og áralanga reynslu á viðfangsefninu til verðmætasköpunar og skemmtilegra verka og stofnuðu fyrirtækið Nox Medical. Í mjög nánu samstarfi við Þórarin Gíslason, yfirlækni á Landspítala og með dyggum stuðningi frá Tækniþróunarsjóði og samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð var fyrsta framleiðsla Nox Medical, T3, kynnt til sögunar. Það kerfi sem notað til svefngreininga og heimamælinga og algengt endursöluverð svona lítils kerfis, þetta svona eins og lítill farsími eða einlega hálfur farsími, gjarnan 1 milljón króna á markaði þeirra sem að kaupa þessa tækni. Í dag þessari einu vöru dreift allan heim og hún seld í þúsundatali. Það ekki ýkjamörg fyrirtæki í heiminum sem starfa á þessu sviði sem að Nox starfar á og Embla sennilega, það að segja gamla flaga í bandarískri eigu en eitt stærsta fyrirtækið. Fyrirtækin fylla kannski 20 en í þeim hluta markaðarins sem Nox sinnir eru fá fyrirtæki ef nokkurt sem að eru jafnokar Nox, bæði hvað varðar tæknilegt forskot og það magn lausna sem selt á þessu sviði. Í dag Nox annað tveggja íslenskra fyrirtækja sem að rekur starfsemi sína undir ISO 13485 gæðakerfinu, hitt fyrirtækið Össur. Og í dag hefur Nox sem fyrr segir yfirgefið hreiðrið og komið sér fyrir í nýjum höfuðstöðvum félagsins á 12. hæð Höfðatorgs, sem flestir þekkja betur sem staðinn sem að hýsir hamborgarafabrikuna. En það ber vott mikinn kjark, dugnað og elju að Sveinbjörn og hans félagar hafi gert það sem þeir gerðu. Starfsmenn Nox eru nú komnir á 3. tuginn og tekjur félagsins á þeim 4 árum sem það hefur selt lausnir, af því að fyrstu 3 ár rekstrar voru tekjulaus, þar sem sultarólin var hert og lifað á franskbrauði og vatni. Tekjur félagsins á þeim 4 árum sem það hefur selt lausnir sínar nú orðin rúmur milljarður króna og það beinharðar gjaldeyristekjur því allar tekjur félagsins verða til á erlendri grund. Það líklegt að árið 2013 færi okkur 2 milljarð króna í tekjur og held að megi segja með sanni að þarna hálfgerð stóriðja á ferðinni í formi hátækni iðnaðar. Því verður ekki sleppt að segja frá því að styrkir frá rannsóknar- og tækniþróunarsjóði voru forsenda þess að starfsemi Nox komst á legg. Samstarf við Nýsköpunarmiðstöð, gríðarlega mikilvægur þáttur í því sem að síðar varð. En þeir styrkir, að því að mönnum tíðrætt þær styrkveitingar sem að renna til nýsköpunar og menn takast jafnvel á það, hvort að það sé skynsamlegt að verja þessum fjármunum af opinberu fé til nýsköpunar, þá verður að segja í tilfelli Nox að jú, það rétt og það hverjum sem vita vill frjálst að komast að því að rúmar 80 milljónir króna af opinberu skattfé hafa runnið til Nox í formi styrkja frá sjóðum og endurgreiðsla ríkisins vegna tekjuskatts orðnar 60 milljónir, samtals eru þetta 150 milljónir. Á sama tíma þá hefur fyrirtæki skilað nærri, við skulum segja 8-földum þeim fjármunum í gjaldeyristekjum og í beinhörðum peningum í formi tekjuskatt sem starfsmenn greiða fyrir störf sem annars hefðu ekki orðið til og hefðu sannarlega keppt önnur störf eða vinnuaflið farið til annarra landa. Þá hafa beinharðir peningar til hins opinbera eru orðnir yfir 200 milljónir. Þannig með öðrum orðum þá hefur þessi litla sprotahugmynd skilað tvöföldu því fjármagni aftur tilbaka til hins opinbera. En ekkert af þessu sjálfgefið og ekkert hefði gerst fyrir annað heldur en það að þessir styrkir og það góða samstarf kom til. Nox hvergi hætt, við sækjum fram, ótrauð fram á veginn. Í dag stöndum við í keppni vinnuafl. Við erum stolt að segja frá því að við erum að sækja til landsins nýútskrifaðan doktor í rafeindatæknifræði frá Danmörku, þar sem að óteljandi atvinnutilboð standa ungu og hæfileikaríku fólki og við erum stolt af því að reka það fyrirtæki sem við rekum og ætlum okkur miklu stærri hluti og sækjum enn ótrauð fram. Við viljum færa þakkir fyrir það góða samstarf sem við hafum átt við Nýsköpunarsjóð og við viljum færa þakkir
fyrir það opinbera fé sem við höfum alltaf litið á að hafi verið veitt okkur að láni. Steingrímur J. Sigfússon, fulltrúi hins opinbera og fjármálaráðherra. Ég vona að þú getur tekið undir okkur með það. Þessum peningum hafi verið vel ráðstafað og við erum stolt að segja að við höfum greitt þá tilbaka. Og áður en langt líður viljum við meina að við höfum skilað þeim tekjum, skilað ríkinu að minnstakosti tíföldum þeim tekjum, ef ekki meir, sem til félagsins rann. Nýsköpunarmiðstöð, bestu þakkir. Þó svo að við förum úr hreiðrinu að þá viljum við að þið vitið að við viljum hér eftir sem hingað til eiga það góða samstarf við ykkur og ykkar ágæta fólk sem við höfum átt. Bestu þakkir.